Já. Það kom miðvikudagur. Það kom miðvikudagur, gerist víst alltaf einu sinni í viku. Það er eftir miðvikudag, eins og það. Og miðvikudagsspjallið á þínum stað. Jú. Nú er ég eitthvað lítil með þín. Varstu lítil? Á ég að lækka mig? Eða kannski. Já, þú veit. Ekki betra, þannig að sjá bara ennið á mér. En já, við það var frábær kosning. Já, takk fyrir að taka þátt. Æðislegt. Alltaf gaman að sjá hvað fleiri eru að fylgjast með og taka þátt í umræðinni og hafa áhrif á hvað við erum að tala um. Þannig viljum við hafa það. Við viljum að fylgjendurnir okkar svona stýri því svolítið. Já, bara þið heyrið það sem þið hafið áhuga á. Já. Það er það mikilvægast, sko. Við getum talað um alls konar hluti. Við getum talað um alls konar. Það er mjög gaman að því að fá alls konar upplýsingar. En umræðu efni dagsins er yfirgnæfandi kosning. Eitthvað sem að við höfum tekið eftir bara síðustu árin. Já. Það hefur verið í gangi í svolítið langa tíma. Og það er þetta af hverju upplifum við fjarlægð við fólk og atburði og annað sem að við höfum kannski tekið þátt í eða verið með í langan tíma. Við höfum kannski fylgt sama fólkinu í 10, 20, 30, 40 ár og allt í einu þá bara flæðum við frá þeim. Það þarf ekkert að gerast. Heldur bara svona við bara, flæðum í sundur. Finnum ekki endilega samleið lengur og þetta getur líka átt við vinnu, þetta er vinskapur, þetta er hjónabönd, þetta er vinna, þetta er vinnusambönd, þetta eru áhugamálin okkar. Svo getum við líka bara fundið fyrir gífurlega mikilli svona þörf til að breyta bara hvernig við klæðum okkur. Því kannski þegar við förum þegar við farum svona að skoða okkur svolítið í kjölinn og hugsa og rannsaka svolítið af hverju erum við að gera hlutina eins og við gerum það í dag. Að þá komumst við oft að því að margt af því er til dæmis bara gamall vani. Vani sem kemur jafnvel stundum frá einhverju öðru fólki heldur en okkur sjálf og hentar okkur ekkert endilega. Og þessi vani sem að við erum í og það er þessi þörf fyrir að brjóta upp þessar hringrásir sem við erum í. Því við erum oft svo föst í að vera í því sama aftur og aftur og við kannski ræðum sömu hlutina við sama fólki ár eftir ár eftir ár og þeir eru alltaf eins. Við erum öll svikku vinkonu sem kemur alltaf þegar hann kemur í kaffjana að partið við sömu hlutunum. Já. Og gerir í rauninni kannski aldrei neitt í að breyta þeim. Og þolið fyrir því verður svona minna og þetta þol fyrir að bara vera í svona chit-chati ekki neitt. Og við viljum færumst yfir í það að vilja eiga innihaldsríkari samræður eitthvað sem að skiptir okkur máli og náttúrulega þá sem okkur þykir vænt að sjálfsögðu líka. En náttúrulega svona þolið fyrir því að fólkið okkar sé kannski alltaf á sama stað og gera aldrei neitt í sínum málum. Það svona kannski minnkar svolítið mikið. Og við þurfum náttúrulega að sækja líka meira bara í félagskap fólk sem að við getum rætt við og verðum oft svona leitandi. Það er mjög algengt að við upplifum okkur oft einn á þessu ferðalagi. Sérstaklega ef það er kannski ekki fólki í kringum okkur sýnir rauninni kannski engan áhuga á að leggja upp í sitt ferðalag og er bara svolítið fast á sínu stað og líður vel í því öryggi sem að sá staði veitir. Að það getur verið alveg, það getur fylgt þessu alls konar sorgarferli og ótti náttúrulega líka við og þessi tilfinning að tilheyra ekki og ótti við að vera ein og finnast við vera bara alein í heiminum í rauninni og hafa engan til þess að tala við. Af því við getum kannski ekki opnað okkur þetta ferðalag okkar hvar sem er. Og þá erum við ekkert að tala að ræða engla og dreka, heldur bara tilfinningarnar sem koma upp, áhugann sem við höfum sem kannski allt annar heldur en þeir sem í kringum okkur hafa og við erum kannski farin að gera hlutina öðruvísi, viljum náttúrulega hitta annað fólk og þá náttúrulega vantar stundum staði til þess að mæta öðrum sem eru á svipuðu ferðalagi. Já, og svo náttúrulega eftir því sem við þurfum að grafa dýpra í okkur og skilja okkur betur og kannski okkar svona skilningur á heiminum í kringum okkur og lífinu breytist, að þá leið svona sviktast svolítið hulurnar af ákveðnum blekkingu sem hafa verið í gangi og þá sérstaklega
okkar blekkingum gagnvart okkur sjálfum og aðstæðum í okkur lífi. Og það verður oft til þess að það fylgir því stundum sorg. Þegar við þurfum að horfast í augu við það að við séum kannski að sitja í aðstæðum, jafnvel eitruðum aðstæðum, mjög lengi og verið að setja annað fólk fyrir framan okkur sjálf, nánast alla okkar ævi, að það fylgir því bara heilmikið tilfinningarót. Og fólki í kringum okkur náttúrulega, sérstaklega kannski fjölskyldan okkar og svona okkar nánasti hringur náttúrulega vanti að við séum eins og við höfum alltaf verið. Og þegar við þurfum að breytast, þá fer stundum að hrikta í stofunum, því að það hentar ekkert öllum að við breytumst, sko. Sérstaklega ekki fólki sem að við erum þá farin að halda svolítið spegil fyrir framan andlitið á og hvetja til að breytast í leiðinni og horfast kannski í augu við sínar aðstæður. Það náttúrulega, ég held að sé í hverju einustu fjölskyldu, í hverjum einasta vinahóp, einhver sem að tekur á skarið til dæmis, tekur svolítið ábyrgð á hinum líka og og er að á þessum stað að gera þetta bara alltaf, hefur bara alltaf gert svona hluti, en hættir því svo í daginn. Hvernig líður okkur með það? Til dæmis. Af því að við bara áttum okkur á kannski að við erum búin að fara í gegnum okkar og við tökum alltaf ábyrgðina, við sjáum alltaf allir séu góðir eða allir mæta á staðinn og tökum að okkur skipulagið og passa upp á allt þetta. Og hvar við hættum því að þá þarf hver að taka ábyrgð á sér og fara bara að gera eitthvað líka og það hentar ekkert alltaf öllum. Þannig erum við búin að brjóta upp mynstri sem búið að vera til staðar. Þetta þessi vinasambönd, þar sem við erum alltaf aðeins sem hefur saman og hinn aðeins hefur alltaf það afsökun að geta sett að ég er bara ekkert rosalega góður í hafsamband. Og ég meina, það er alveg ástæða, en ef við viljum vera í samband við þetta, þá sjálfsög leggjum við okkur fram við að rækta það samband og það getur aldrei verið einhliða. Og það sem gerist, og ég hef alveg upplifað það sjálf, sko, er að ef maður svo bara ákveður, vinátta getur aldrei verið einhliða. Ég þarf alltaf, ég legg mig fram og ég þarf að fá eitthvað á móti. Ég get ekki endalaust verið sú sem er alltaf að gefa. Og þegar við hættum svo að hafa samband, þá getur hinn aðilinn upplifa sig sem yfirgefinn og sárna alveg óskaplega. Og það er mjög áhugavert ferli að fylgjast með hvað fer stað í manni sjálfum, því við erum rosalega meðvirk í grunninn, sko. Og það sem að hinn aðilinn er gangi gegnum og það er náttúrulega svoleiðis hluti bara hægt að leysa með samtali og bara hreinskilnum samræðum hvort að báðir aðilar vilji halda áfram að rækta þessu vináttu eða ekki. Og þetta er ekkert öðruvísi bara í hvaða sambandi í rauninni, hvort sem það er ástarsamband eða einn aðilinn tekur ábyrgðina og ber svolítið hinn áfram eða einn byrjar að vinna í sér og hinn ekki, sem er bara mjög algengt og við sjáum mikið í kringum okkur. Já, og þess að bið makan sem er að vinna í sér eftir að hinn vakni og þolinmæði eftir að hinn vakni sem að bíða eftir einhverju sem verður kannski aldrei og setja í rauninni sitt líf bara hold í einhverju bið eftir annarri manneskju. Og það er alveg eitthvað sem bara mjög margir glíma við í þessum aðstæðum. Bæði í þessum ástarsambandum og svo líka bara oft í fjölskyldu. Man sér að við erum kannski svolítið, getum verið háð við að hafa samband og oft er mikið lagt upp og blóðtengslum en við tölum svo oft það eins og við okkar hópa að sko það er ekkert sjálfkrafa að okkur líki við fólk sem er blóðtengt. Eða við eigum samleið ekki, það líki ekki illa við fólk, heldur við eigum bara alltaf samleið með fólki þó þessi skilt okkur. Og svo getur okkur þú þarskaplega vænt fólk sem er blóðskipt okkur og okkur þarf ekki endilega líka en sérstaklega vel við það. Og í öllum öðrum aðstæðum myndum við ekkert sækjast eftir að umgangast fólk sem okkur líka ekkert sérstaklega vel við. Og það er þetta, þessi skylda sem oft er upplifð, að eiga að mæta í fjölskylduboð, að eiga að vera hér og þar, megum við ekki bara að ráða því sjálf meðan að ef okkur líður ekki vel að fara inn í þessar aðstæður með fólki sem að okkur líkar kannski bara ekki sérstaklega við eða okkur eða jafnvel okkur getur liðið illa út af einhverju sem gerst hefur en við eigum samt alltaf að mæta. Hver segir að við þurfum að mæta? Það er bara alltaf okkar val og svo líka að geta farið inn í aðstæður þar sem að við getum fellt grímuna sem við höfum alltaf verið með og bara verið við sjálf og
þá velur hver og einn hvernig hann bregst við. Já, og þar með erum við ekkert endilega að segja að við þurfum alltaf að velja okkur að vera í aðstæðum og umhverfist fólk þar sem við erum alltaf að fara á dýptina og alltaf í ykkur stanslausum greftri og gráti yfir, þú veist, yfir þess að miklu sjálfsvinni sem við erum í. Heldur ekki síður að við finnum fólk sem við getum glaðst með og bara látið eins og asnar og hleypt vatninu í okkur út og bara leyft okkur að upplifa tæra innilega gleði án þess að sitja í óttanum það að vera dæmda þeim sem við erum í kringum. Bara fá að vera svolítið í sjálf og við þorum því og getum verið á þeim stað að bara vera við sjálf í hvaða aðstæðum sem er mjög dýrmætt og geta farið á þann stað og geta farið og ég hvet alltaf til þess bara prófa að fara inn í þær aðstæður hvar sem er og leyfa sér bara að vera því það er alltaf annarra að ákveða hvernig þeir bregðast við. Við þurfum ekki að vera eins, við þurfum ekki að vera í sömu hlutverkum alltaf og megum brjóta þau upp. Og svo líka bara mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það að fólk spyrja mann ekki út í hvað maður er að gera eða sýnir ekki, okkur finnst það ekki sýna því áhuga, getur líka bara hreinlega verið vegna þess. Og ég tala á reynslu þar sko, að þau hafa áhyggjur af því að segja eitthvað vitlausu eða koma út eins og þau séu einhver algjör apakettir út af því að þau ná ekki að setja sig inn í það sem við erum að gera. Þetta er náttúrulega vinnan okkar er svona þess lega, við rekum skóla og margt af því sem við gerum er hægt að snerta en margt af því er ekki hægt að gera. Ekki hægt að snerta og felst meira inn í hlutunum sem við getum ekki séð. Og fyrir fólk sem er ekki þar að tala svona hluti þó að vilja gjarnan fá að vita meira, það er bara svolítið kvíðavænlegt. Og ég komst til dæmis að það var ástæðan fyrir því að fólk kannski mínu minnstahring var ekki mikið að spurja, það var ekki fyrir mig að ég spurði af hverju. Að þá bara ég langar að vita rosa mikið, ég var svo hrædd að líta út þessu ástinni ef ég spyr eitthvað sem bara allir eiga að vita. Og ég sagði bara já, ok. Þannig að það er ekki alltaf því fólk hafi ekki áhuga, heldur er það líka bara einmitt þetta að fólk er hrætt við að opinbera einhverja vankunnáttu eða leyfi sér að spyrja. Og svo eru líka merkilega margir náttúrulega ennþá inn í andlega þannig að við getum verið setið við hliðina á fólki sem að þorir ekki að segja neitt en er kannski búið að fara í gegnum nákvæmlega sama við en það þorir ekki að láta vita því. Og þannig að það er bara gott að fara inn í allar aðstæður með það í huga. Ok, við erum á þessum stað og við megum bara vera þar og fáum að vera við og leyfum bara þessum breytingum að eiga sér stað því að þó að við fjarlægjumst fólk að þá þýðir það ekki okkur þykir hvað minna vænt. Það er kannski bara breytast og þróast. Já. Og svo líka þegar að aðrir fara að leita eftir sínum innsta kjarna, leita eftir og fara að vinna í gegnum sig og hleypa sér sjálfum út í rauninni, þau sem við erum innst inni, að þá getur fólk alltaf komið aftur. Og það er líka bara gott eins og þegar við tölum að koma út úr andlega stafnum, að ganga undan með góðu fordæmi. Það þýðir ekki við þurfum að vera að predika, heldur bara að við leyfum því að sjást hvaða árangur er af okkar vinnu og að við leyfum okkur bara að vera glöð og hamingjusöm og annað. Og við höfum þetta líka að tala hérna áður að hvernig það er að leyfa öðrum í rauninni að hafa ennþá ítök í okkur, af hverju erum alltaf í tengslum við fólk sem að lætur okkur líða illa og þá er það náttúrulega mjög oft þessi blóðtengst sem að er að ræða. Já, og svo líka bara, ég ætla bara að segja, þar liggur svo mikið við að styrkja okkar mörk og það er ekki þar með sagt að við þurfum eitthvað að klippa fólk út úr okkar lífi, heldur bara að við séum mjög skýr í því að það er ekki í boði lengur að vaða yfir okkur eða leyfa triggerunum að eiga sér stað. Því að einhvers staðar þarf þetta munstur að stoppa. Já, við höfum mikið að konur, einhverja kalla líka, það er ánægilegt, en við heyrum mjög oft til dæmis þessa sögu af saumaklúbbnum sem er búið að vera í 20 ár eða 15 ár og þessar konur er ennþá að mæta í eitthvað saumaklúbb með konum sem og mæta í klúbbin þó að þeim líður bara illa vegna þess að það er verið kannski að tala, stundum verið að tala illa fólk, stundum tala illa manneskjum sem kemur ekki í klúbbin. Þannig að þú veist að ef þú mætir ekki þá líklegast að þú manneskjan sem verður þá að tala illa það í. Eða það er bara, áherslurnar eru aðrar einhvern veginn,
í hópnum heldur en gildin þín eru. Og samt er fólk að pína sig í þessar aðstæður aftur og aftur vegna þess að það er búið að vera að gera það í 20 ár og það er ekki að fara að yfirgefa þennan hóp núna. En það er náttúrulega bara partur af því að breytast og þróast. Það er átt að segja á að það sem henta okkur áður bara kannski gera það ekki endilega. Og líka bara skoða af hverju erum við að gera þetta, af hverju erum við að mæta í saumaklúbbinn, af hverju erum við ennþá að tala við Gunnu frænku sem er alltaf rosalega leiðileg við okkur og hefur kannski verið það síðustu 30 árin og við höfum bara leyft það. Við höfum bara allir sem Gunnu frænku alltaf hefur þig. Allt þetta að getur ekki verið svona hinsegin, að það er bara okkar að stjórna okkar lífi og við berum bara ábyrgð á okkar lífi sjálf. Og við höfum líka að tala þetta þegar fólk með fókusin á öllu öðru heldur en sjálfur sér, að þá náttúrulega oft ýmislegt í gangi sem við viljum ekki horfast í augu við sjálf. Og bara gott að skoða hjá okkur sjálfum, af hverju erum við enda á þessum stað að mæta í saumaklúbbinn eða tala með Gunnu frænku. Já, og það sem að mér finnst líka svolítið sammerkt fyrir þau sem að fara í svona ferðalega. Við fjarlægjumst kannski hluti eins og áfengi og annað þó sem mér finnst alveg gott að fá sér rauðvínsglas og öðru hvoru, að þá þekki ég afskaplega fátt fólk sem er svona í kringum okkur allavega sem er mikið að kannski að fara á einhver fyllirí eða svoleiðis. Og mér persónulega, mér líður ekki vel í svoleiðis aðstæðum þar sem er mikið að drukknu fólki. Og oft það vegna þess að maður sér í gegnum blekkinguna að það er verið að nýta áfengi til að deyfa eitthvað og yfirleitt er krafan svo að það eigi að vera svo ógeðslega gaman og allir verða einhvern veginn svona trylltir í þeirri blekkingu og allt eigi vera ógeðslega gaman. Og ég tók alveg þátt í þessu einu sinni þegar mér leið illa og var tóma innan og allt átti að vera ógeðslega gaman og áfengi átti að færa mér það eða þessar aðstæður. En mér finnst rosalega sorglegt að horfa upp á hópa fólki á mínum aldri sem er ennþá þarna. Að vinnur ekki úr sárunum sínum, en þetta er leiðin. Og blekkir sig að lífið sé gott og allt sé frábært því að þetta í öðru hvoru það sé ógeðislega gaman. Já, og hvað kemur svo margra daga vanlega nættur? Bömmurinn og allt þetta, þunglindið og kvíðinn og allt sem því fylgir, vegna þess að við unnum ekki neinu. Við bara urðum trillt í smá stund og oft gerðum við eitthvað sem við ætlum ekki að gera og sagðum eitthvað sem við ætlum ekki að segja. Við getum verið rosalega trillt og skemmtilegt bara með trommu upp á hálendi, þá getum við verið alveg klíka. En þetta er bara ofboðslega eðlilegt að breytingarnar verði og líka bara á vinnu, við höfum kannski áhuga á því sem við gerðum áður. Og alveg saman og við náttúrulega þekkjum það sjálfar mjög vel að hafa menntað okkur og sótt okkur reynslu í einhverju ákveðnu en vera á allt öðrum stað í dag og þetta bara má. Það ég er bara ekki ennþá búin að ákveða hvað þetta verða þegar ég er stór, Nei, pluss það allt sem við gerum, öll þetta lífsreynsla er eitthvað sem við komum til með að nýta. Hvort sem við vitum það ekki, þetta styrkt okkur þroska og þróaði okkur hátt. Og háskólanámið okkar og tíminn og fjármunir sem við vörðum í það er ekkert ónýtt og við gerum eitthvað annað, kjósum að breyta til og gera eitthvað annað. Við erum ekkert í klafa þess sem ákvarðana sem við tókum fyrir 20 árum. Við megum breyta, megum skipta skoðun og fyrst og fremst við megum vera hamingjusöm. Það er svona kannski það sem liggur að grunninn öllu. Það er nefnilega aldrei of seint að breyta og gera það sem við langast til. Alveg sama á hvað aldur við erum. Og við höfum oft talað konurnar sem eru kannski 15 og 20 árum eldri en við sem er bara, finnst þetta bara fínt og bara hvort það ekki bara vera svona eins áfram. Ég sagði að það er fyrir núna í vikunni, ég sagði, já, viltu ekki bara setjast á grafabakkann og rúlla þér ofan? Er þetta ekki bara búið? Já. Og við þurfum að breyta þessu hugarfar okkar að það er aldrei of seint að breyta. Við þurfum ekki að sitja í einhverjum ákvörðunum sem við tókum fyrir löngu síðan vegna þess að við berum ábyrgð á þessum ákvörðunum og við berum ábyrgð á því að breyta. Og gleymum við ekki að í dag lifum við alveg ofboðslega lengi og að sitja með því að hafa ekki þorað að gera breytingar þó við værum á 70-aldri eða komin yfir 70 af því að það sé svo stutt eftir
ég meina, ef við hefum nú engu breytt á fyrstu 20 árunum eða milli 20 og 40 ára, hvernig væri lífið þá? Það er ekkert öðruvísi. Nei, og það er líka bara svo sorglegt til þess að hugsa, eins og ég átti yndislega ömmu sem var, leiðum var yndislega, var hún líka einn bitrasta kona sem ég vitaði sko, og sá eftir mörgum af sínum stærstu ákvörðunum í lífinu. Og það er svo leiðilegt að hugsa til þess að þegar hún dó 95 ára, 94, 95, öll eftirsjáin sem að hún hafði og öll biturðin gagnvart lífinu og það sem það fært henni. Vegna þess að hún greip enginn af þeim tækifærum sem hún fékk til þess að breyta. Og það var, ég man svo sérstaklega eftir bílferð með henni í 2,5 tíma þegar hún fór yfir þetta allt saman. Hún er ekki alveg það, þetta er allt töluvert leiki. Hann þegar látin móðir hans birtist mér í draumi og sagði mér að ég þyrfti að hugsa hann. Þetta var náttúrulega bara mikið fórnarlamba aðstæðuna en svo dásamleg kona sem hefði svo sannarlega geta leyft sér að blómstra í lífinu. Sko. Hún var leiðum að besta hann í heimi, ég var líka bitrast hefðan. Við erum svona góðan dag. Þetta var svo áhugavert að kynnast henni og þannig fullt af náttúrulega fólki í okkar lífi sem að eins og hún, sem að ég fekk líka að hafa sem ömmu og sem heppin, að kynnast því. Og kannski fundum við ekki sem börn, en svona þegar við fórum að vera fullorðin einstaklingar þá birtist eitthvað allt annað. Þetta er svo áhugavert að sjá. Og svo hafði ég heilum bólum, afa ekki manninn hennar, heldur afa í föðurættinni, sem hafði það motto að læra alltaf eitthvað nýtt á hverjum einasta degi og að breytast og þróast og þroskast allt sitt líf. Og það var fyrirmynd sem að ég held að margt af því sem ég er að gera, hafi ég og haft hugrekki til að gera vegna þess að ég hafði fyrirmyndi svo hann. Og ég hugsa oft til þess þegar maður er svona alveg að fara að gefast upp þegar hlutir eru erfið og bara eitthvað, hvað er afgjört? Þannig bara, hugsa bara já, ég læri bara þessu og svo held ég bara áfram. Góð lokar, já, en vonandi svara þetta spurningunni. Fórum við víðan það, svo endilega, við hvetjum ykkur að skrifa í athugasemdir hérna fyrir neðan ef þið hafið einhverjar pælingar eða spurningar. Endilega gerir það. Ef þið fylgjast með ykkur á YouTube þá endilega lækiði við okkur og gerist áskrifundur að Starfsgóðsakademí síðunni. Það hjálpar okkur að ná fleiri eyrum og Og svo bara minnum við á það að við erum með dásamlegt samfélag sem heitir Hjartaðakur líka. Góðu fólki. Það vex hægt og rólega og miklar umræður þar inn í þessa dagana og skemmtilegar. Þannig að hvetjum ykkur til þess að velta fyrir ykkur hvort það sé ykkur. Já. Þá ætlum við að snúa okkur eftir að spennandi verkefni sem framundan er. Meirum það seinna. Takk fyrir í dag.